Góðan daginn, gaman að sjá svona mikinn og föngulegan og fallegan hóp fyrir fram mig, ekki bara konur, líka einhverju karlmenn hér inn á milli, sem er líka mjög ánægjulegt. Það er alltaf gaman að hitta konur og ræða við konur konur. Þannig að þó ég tali mikið til kvenna þá ætla ég að biðja þá karlmenn afsökunar, ég er líka svolítið að tala til ykkar. Þið eigið yfir konur, eigið dætur og þið þurfa að passa upp á okkur líka. Við erum að ræða í dag frumkvöðlar framtíðin og ég er ekki frumkvöðl, ég er var nú frekar áhættu fælin lengi framan af og vildi helst bara vinna hjá einhverjum öðrum sem bæri áhættuna og þannig ég geti að fara að sofa á kvöldin. Þannig eru frumkvöðlar ekki. Þannig að þegar ég á gamals-aldri gerðist eigandi af því fyrirtæki sem ég er að reka í dag, að þá var sagt við mig, ætlaði þú nokkuð tímann að eiga það fyrirtæki sem þú ert að reka? Ég sagði, þetta er aðeins öðruvísi í dag. Þannig að maður þroskast líka með aldrinum. Það er nokkrir hlutir sem ég finnst skipta máli þegar maður er að fara að reka fyrirtæki. Og ég hef heyrt af þeim sem hafa komið nálagt frumkvöðlastarfi. Oft er þetta fólk sem er mjög kreatíft, hefur hugmyndir, hefur þor og dugnað til að fara í gang, en gerir sér oft ekki grein fyrir að það er að fara til rekstur. Og okkur vantar að kenna rekstur mjög víða. Alveg svo tannlæknarinn minn sagði einu sinni við mig, Margrét, ég fór í læknadeild, lærði tannlækningar, en ég hafði líka átt að vera í viðskiptafræði. Vegna þess að ég er að reka fyrirtæki hverjum degi og mér var aldrei kennt það. Þess vegna ákvaði ég í dag þegar ég fekk þetta tækifæri að segja ég ætla að tala ekki að vera frumkvöðl, heldur að tala það að vera stjórnandi. Þetta hangir saman. Það er eina af það sem ég kann ekki hitt. Þetta byrja náttúrulega alltaf því að þið fáið einhverja hugmynd og ég held að það sé mjög gott þegar maður fær hugmynd er að vinna með hana, fá fólk til að ræða við, velta henni fyrir sér fram og tilbaka, bæði til að tala hana upp og tala hana niður, út og suður. Það er mín reynsla, sérstaklega því að starfa nú í olíubransanum í mjög mörg ár sem var á þeim tíma þegar ég kom inn í hann fyrir 25 ára síðan var bara mjög karllægur. Það var eiginlega ekki til kvenstjórnendur og hugsunin var þá það eru karlmenn sem kaupa bílana, það eru karlmenn sem kaupa bensín vegna þetta er bara sá geiri sem konur koma ekki nálægt. Það þýddi það að við þurftum til þess að skilja þennan heim að nota markaðsrannsóknir mjög víða. Þess að hvernig eru kallar sem eiga jeppa, snjósleða, fjórhjól, bát, allt þar fram til götunum, hvað eru þeir að hugsa þegar þeir eru að velja sér fyrirtæki til að eiga viðskiptum við? Og ég held á þeim tíma, það að við gerum það að við þurftum að gera þetta þann hátt, gaf okkur miklu meiri skilning á hvernig okkar viðskiptavinir voru að hugsa. Ég man sérstaklega eftir einu tilviki þar sem við vorum alveg gjörsamlega sannfærðar, við voru tvær þarna hjá Skeljungi sem vorum að vinna ákveðnu verkefni, að þetta myndi okkar viðskiptavinir vilja. En við ákveðum samt að testa það og við vorum algjörlega hinum megin á skalanum. Þannig að þetta hefði kostað fyrirtækið mikið fjármagn, hefði ráðist í okkar hugmyndir og ekki testaðar áður. Þannig að sumar hugmyndir getur verið erfitt að rannsaka. En ef maður kemur því við, þó það sé ekki annað en að fá fókushóp, setjast niður með ákveðnu hóp fólks til að heyra, er þetta sniðugt eða er þetta ekki sniðugt? Þannig sem að færa auka hugmyndir til að geta haldið áfram. Nú, síðan er það áætlanagerðin. Og áætlanagerðin er náttúrulega, hvað er kostnaðurinn, hvað teljum við að við getum selt, hvernig þurfum við að framleiða, hverju koma nálægt þessu, hvar fáum við fjármagn, hvað kostar það okkur og hvað höfum við mikið þol til að halda þessu áfram áður en við förum að sjá einhverja tekjur. Og það að vera svo skotin í einhver hugmynd að fara að veðsetja húsið sitt og gera alla þessa hluti og enda síðan uppi slippur og snöður og eiga ekki tjónaband og allt þar fram til göttunum, það er ekki leiðin sem maður á að gera þetta.
Maður á að reyna að sjá eins mikið fyrir eins og hægt er. Fjármögnunin, hver kemur að þessu? Það hefur verið sagt núna eftir hrunið og var reyndar sagt líka fyrir hrun. Ef maður var ekki með nógu rosalega djarfar áætlanir, ef maður var ekki í milljarða fjárfestingunum og maður ætlaði að koma upp á 10 milljónir, það var alveg ógeðslega erfitt að fá 10 milljónir. En komdu og byrnu 500, þá var það ekkert mál, sko. Og ég er hins vegar ekki hvet ykkur til að fara að fá að lána 500 milljónir sem síðan þurfa að borga því ekki fyrir. En það er mjög mikilvægt að maður gerir sér grein fyrir hvað kostar hlutirna, hvað á maður mikið sjálfur, hver getur komið í þetta með manni, og þarna þarf maður líka að passa sig að maður sé ekki að draga kannski allt og nátengd aðila eins og fjölskyldu, vini og annað slíkt, vegna þess að ef það gengur ekki vel að þá á maður kannski enga fjölskyldu og enga vini á eftir. Þannig að reyna að halda þessu aðskildu eins mikið eins og hægt er. Síðan ákvörðunartaka. Hún er oft mjög erfið þegar maður er að velja í hvaða leið maður er að fara og það er hvernig á maður að fá með sér. Er það sá aðili sem maður kannski fékk hugmyndina með upphaflega, kannski ekki sá aðili sem maður á að vinna með áfram til þess að gera þessa hugmyndar raunveruleika. Þurfum við að skipta í vaðinu einhver staðar og fá einhvern annan að? Eigum að fá einhvern annan til að reka þetta fyrir okkur og halda utan verkefnið og halda okkur sjálfum inni í þessu hugmynda og þróunar hluta. Maður segir ofta að það sé ekki sömu aðilarnir sem fá hugmyndnar og þeir sem síðan sjáum að koma þeim endanlega í framkvæmd. Og ég held að maður þurfa að vera svolítið opinn fyrir því í hverju er maður góður og í hverju er maður ekki góður. Hvar þarf maður aðstoð, hvar ekki. Nú síðan er það hraðinn, þetta þjóðfélag, það er hratt og ég held að Andri Snær Magnason sagði einhvern tímann, það er bara þannig ef maður fær einhverja góða hugmynd, þá getur maður verið alveg viss að það er einhver annar að fá þess að nákvæmlega sömu hugmynd einhvers staðar annar staðar, annarkvort hér eða erlendis eða hvað veit ég. Þið hafi kannski einhvern tímann upplifað einmitt að hafa fengið einhverja hugmynd og svo allt í einu sjá þessu hugmynd einhvers staðar og sagði, vá, þessu hugmynd fékk ég einu sinni. Og þannig að þegar Andri Snær sagði þetta og sagði, vá, ég er svo oft lent í þessu að fá þessa upplifun. Þannig að ef þau eru með góða hugmynd, þá verður það að kýla á hana. Það þýðir að bíða þangað til að einhvern tíma seinna að halda að þá sé engin annar búinn að stela henni. Ég get eins og sagt ykkur frá hugmynd sem ég fékk þegar ég var með börnum mín lítil á leikskóla í Danmörku. Það var alltaf svo ofboðslega heitt á sumrin og maður þurfti að smyrja matapakka fyrir þau og þegar maður var búinn að smyrja matapakka, rúgbrauð með lifrakæfu klukkan 7:30 á morgnana, það var hann ekkert rosalega lekkar klukkan 3 á daginn þegar það var 30 stiga hiti úti. Og nú er ég að gefa ykkur hugmynd, þeir sem eru frumkvöðlar, því það hefur engin framkvæmd ennþá. Og ég sagði, hvernig á maður að leysa svona? Danskir matakassar eru þannig að þeir passa undir eins og þeir segja 2,5, það er rúgbrauðssneið sem er skorin í tvennt. Og ég sagði, af hverju er ekki innbyggt í þessum helvitis matabóks fyrir krakkana kæleining, þannig að á kvöldin áður þá setjum ég þetta inn í frystin, þá er þetta kallboks og ég set nestið þeirra inn í kallboks sem sennilega heldur sér allavega í nokkra klukktíma. Ég er ekki frumkvöðul, þannig ég ætla ekki að framkvæma þessu hugmynd, en hún er hér með gefin. Ég veit það er ekki eins heitt á Íslandi, en mér finnst þetta samt ennþá sniðug hugmynd fyrir nestispakkan. Nú síðan held ég, ef maður er að stofna fyrirtæki, þá á maður að velja sér gildi. Hvers konar fyrirtæki ætluðu að vera? Ætluðu að vera vistvænt fyrirtæki, vera sjálfbær með okkar hluti, ekki ganga á náttúruna, hvernig ætlum við að vera í samskiptum okkar viðskiptavinni, við okkar starfsfólk sem vonandi kemur einhvern tímann að vinna með okkur. Allt þetta finnst mér skipta verulega miklu máli. Fyrir hvað stöndum við? Og ég held í okkar heim í dag er þetta hlutir sem skipta meira og meira máli. Vonandi förum við einhvern tíma síðan að sjá einhvern árangur og þess vegna í okkar áætlunargerðum er mjög mikilvægt að setja inn einhvers konar mælikvarða
hvar við eigum að vera á hverjum tíma, þannig að við getum sagt, jú, við erum að ná einhverjum árangri. Og ef við erum með þessar mæleiningar á leiðinni, þetta er svona eins og þeir að ganga eða bara keyra norður, þá lesið örugglega á skilti svona regla hvað er langt til Akureyrar, jú það eru 320 km núna og svo keyrið eitthvað áfram og þá er eftir 170. Þetta er svona mælikvarðarnir á leiðina, við erum að nálgast Akureyrar og við munum sennilega komast þangað fyrir kvöldið. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir mann sjálfan, andlega og líka fyrir þá sem eru með manni í þessu. Mér finnst sjálfri mjög mikilvægt að stjórnendur, ef við erum að segja fyrirtækisstjórnin stærra, nálægt stjórnenda. Þegar maður er að gera svona hluti, að maður sé nálægt því fólki sem er að vinna með manni, þannig að maður sé þessi hópur, þetta teymi til að skila árangri. Og auðvitað þurfum við að upplýsa líka hvar við erum. Við erum að upplýsa okkar starfsfólk, hvernig árangurinn erum við að ná því sem við erum að gera eða erum við ekki að gera það. Traustið þarf að vera til staðar, að við líka treystum þeim sem er að vinna fyrir okkur að þeir ætli að skila sínu á réttum tíma, vegna þess að ef við þurfum stanslaust að vera að kontrollera og vera með fólk undir eftirliti, að þá erum við líka að drepa ákveðið frumkvæði og sem ekki gott. Nú síðan það umbuna fólki og umbuna sjálfum sér þegar vel gengur. Fagna litlu sigrónum. Vegna þess að annars gleymum við okkur og við verðum svo rosalega þreytt ef við leyfum okkur ekki aðeins að segja við erum bara heldur góð, okkur tókst þetta, við erum allavega komin hingað og ef við erum komin hingað þá hljótum við að komast yfir á næsta skref og leyfa sér að fá sér köku eða taka tapp úr flösku eða gera eitthvað sem litlu hluti sem gera lífið svolítið ánægjulegra. Að lokum það þessi rekstrarþekking. Aldrei gleyma að hún þarf að vera til staðar, sækið hana utanfrá ef þið hafa hana ekki láta það drepa góðu hugmyndirnar ykkar að þið séu að eyða alveg rosalega miklum tíma í að reka fyrirtækið ef þið eru ekki góðið og þið kunnið það ekki. Við erum með ákveðna verkaskiptingu og það er fullt af viðskiptafræðingum, það er fullt af fólki eins og ég sem er búin að fara í gegnum háskólann og teljum okkur vera svona þokkalega góð í þessu og fáðu frekar hjálp þar. Það er meira skortur á fólki sem er kreatíft og er með góðar hugmyndir og langar að framkvæma það. Beitið kröftunum þar og látið okkur hinn verkin. Takk fyrir.